Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Sæl verið eftir og velkomin hér aftur að Rauðaborðinu. Hjá mér eru góðir gestir í Radio Gaza að þessu sinni, Valgeir Skorri, Hjálmtýr Heiðdal, Snæbjörn og Gíja Sara. Verið velkomin. Takk. Það hefur margt gengið á og það eru engin lát á ofbeldinu á Gaza og í Líbanon og Sýrlandi og ég meina þetta er bara virðist vera sagan endalausa. Og kannski svona áður en að við förum hérna í svona aðra sálma þá þetta efst á baugi í dag handtökuskipan sem gefin var út af hérna glæpadómstólnum hérna í Haag. Hafið þið einhverja trú á að nú muni Bandaríkin ekki aðili að alþjóða glæpadómstólnum og þeir munu passa upp á sinn mann. Ég trú á því. Já, þetta sé ekki til neins? Jú, þetta hefur náttúrulega mikið að segja sko alþjóðlega og gagnvart þeim ríkin til dæmis að Bretland og fleiri ríkir eru búin að lýsa yfir þegar að lúta þessum úrskurði og það þýðir það að Benjamin Netanyahu og hann Gallant fara í frí og mæta þarna þá bara berðum skylda til þess að handtaka þá. Hvort þeir gera það síðan sko, það er alltaf hægt að búa til einhvern til þess í Bretlandi, þeir eru að finna örugglega einhverjar holur sko eða smugur ef hann skildi fara sko eða mæta. Já, halda sér bara í ameríska sendiráðinu? Spurning. Já. Þið haldið þið að hérna, við séum að fara að sjá okkur breytingar hér á ástandinu? Ég bara stór það. Því miður. Veist það bara alltaf vera allt sem alþjóðlegt hefur bara ósköp lítið að segja í dag. Já, ég bara því miður bara ekki ná sérfróður til þess að tjá mig það sko. En ég nú samt svona sæmilega bjartsýnn að á einhverjum tímapunkti hlýtur eitthvað að breytast. Ég held að það geti ekki annað verið. Þannig að allavega almenningsálitið á Vesturlöndum allavega fyrir löngu síðan snúast gegn Ísrael og það skila sér alltaf á endanum. Já, hvað heldur þú? Já, ég veit ekki, þú veist, ég alltaf einhvern veginn að fara í hringi með þetta og þú veist, og kemur bjartsýnin alltaf á ákveðnum köflum og síðan dettur maður í pittin, þú veist, bara hringa til hring, þú veist, þetta bara einhvern veginn þreytandi og lýjandi að horfa upp á að þetta séu viðbrögð og alltaf þegar maður heldur að það sé komið að línu að þá færist hún í kjölfarið og mér finnst við löngu komin á eitthvað tímapunkt þar sem að inngrip bara eina í stöðunni en það bara einhvern veginn virðist aldrei gerast. Það virðist vera bara Bandaríkinu mitt sem að vítóðu í gær sem breyttu nýturnavaldi. En svo alltaf stóra spurningi með Trump. Því hann alltaf ólíkið að tól og hann síðast þegar hann var forseti þá sem sagt flutti hann sendiráð til Jerúsalem sem að engin ríki hefði gert þá. Hann samþykkti að Ísrael innlimaði Gólanhæðirnar það sem sneiða í Sýrlandi og nú eru mjög sterk öfl í Ísrael sem að vinna því að innlima Vesturbakkann og þau eru reyna að reynsa til á Norður Gaza og ætla sig reynilega ekki að fara þaðan. Já, ég held að ég hafi séð tölurnar, það varu tæp 100 sem að voru myrt í Norður Gaza svo voru það á Vesturbakkanum voru 40 manns þannig að þetta er Já, en þessir ráðherrar sko, sem kom úr þessum ultratrúar hægri flokkum þeir eru opinberlega núna að boða þetta að næsta skref sé að yfirtaka Vesturbakkann og innliman og þá náttúrulega sko Ísrael náttúrulega einangrast við slíka aðgerð en hvort það hafi síðan einhver áhrif á þeirra stöðu, þeirra business og þeirra sérstöðu sem við að hafa þetta mikla fríhelgi það er ekki gott að segja til það sko. Nei, þetta er auðvitað þetta er náttúrulega ekki það að mannréttindi séu pólitík en þetta er auðvitað hápólitískt mál líka hérna heima. Hvernig finnst ykkur hérna svona flokkarnir hafa staðið sig og bara stjórnmálafólk almennt í að hérna ég bara tala hlutina eins og þeir eru, tala þjóðamorð og hérna og bara koma þessu einhvern veginn að svona finnst ykkur
við vera að gera nóg stjórnmála fólk vera að gera nóg. Svona núna finnst mér eins og þessi eitthvað breyting, það er líka kosningar og það er líka háværar raddir sem er bara raddir sem er mjög mikilvægt, en hingað til hefur mér fundist þetta að vera alveg bara fáralegt að sjá stjórnvöldin okkar alveg rödd. Það var svona, mér varst ábyrgandi sko í forsetakosningunum, þá notaði stjórnmálafólk orðin svo þjóðamorð, þannig að meiri hlutið að gera það og meiri sé að núverandi forseti sagði þeginum kappræðunum að það sem var í gangi var í þjóðamorð. Ég hef ekki heyrt Höllu segja það eftir að hún var kjörin hins vegar. Nei. En þú veist, það er kannski spurning hvort að forseti eigi að tjá sig sko andstætt stefnu ríkisstjórnar. Það er örugglega fólk með alls konar skoðun á því, en það er örugglega töluvert öðruvís að heyra í fólki eftir 30. nóvember heldur að það er að heyri því núna, gæti ég trúað. Já, það virðist vera og í auðvitað fleiri málum, það er loforð víða og sparibrosið uppi. Það eru mjög skýr ákvæði í þessum samningum sem að Ísland er aðil að og Ísrael og bara þeir sem eru í Sameinuðu þjóðunum, að það þegar að annarkvort að ríkisstjórn verður vör við að það er mögulegt þjóðarmorð í uppsiglingu eða það er skollið á, þá ber þeim að gera eitthvað. En það er náttúrulega þessi leikur að segja sko, það er ekki búið að segja þetta sem þjóðarmorð. Það er þarna ákveðnir kaflar sem þarf að fylla í, sem er reynda búið að gera og ríflega það, en samt sem áður að því að Alþjóðadómstóllinn er ekki búin að segja, hann segir þetta er mögulegt þjóðarmorð, að þá eru ennþá margir sem segja bara ok, við erum að bíða, við ætlum ekki að kveða upp úr það, en það alltaf blasir einhverjum einasta hugsandi manni að þetta er þjóðarmorð. Ég þekki svo lítið til í svona alþjóða lögum og dómstólum. Hvað þarf til þess að Alþjóðadómstóllinn? Þá ert þú heppin, sko, það er að koma út blað Ísland, Palestína. Það eru 3 greinar sem útskýra þetta allt saman. Okay. Það eru prófessor í lögum íslensk og síðan eru það útlendingar og það eru ítarlega greinar sem stemur að fjalla þetta meðal annars hvað dómstólarnir eru að gera og hvað þeir leggja á aðildar þjóðir eins og Ísland sem undirritaði 1948 minnum mig samningin sem fjallar núna þjóðarmorð. En þetta er ekki eins og, ég meina, þetta er ekki eins og Sameinuðu þjóðirnar sem að það er svona einhvern veginn, þú veist, fulltrúar þjóðana kjósa og svo einhvern veginn meirihlutinn ræður og svo er Bandaríki með neitunarvald eða eitthvað svoleiðis. Ekki þegar dómstóllinn. Ekki dómstóllinn. Hvernig er það með dómstóllinn? En er hann skipaður? Já, það eru fulltrúar ríkja. Já. Og sko Bandaríkin eru með í alþjóðadómstólnum en ekki með í alþjóðaglæpadómstólnum og meiri segja sko fulltrúi þeirra, hann var með í þessum meirihluta sem voru held í 15 móti einum í margir var ótrúlega meirihluti. Ég vissi það að margir sem þekktu til sko Palestínumálsins, þeir voru bara vissir það fyrirfram að það er séð til þess að alþjóðadómstólinn kæmist að annarri niðurstöðu. Svo bara kom þessi svakalegi meirihluti og menn bara verður mjög hissa. En allavega þá er þetta ákvæðlega skýrt þó svo sko íslenska ríkisstjórnin hún hefur ekkert fjallað þetta mál á þeim nótum sko að þeir hafi einhverja kvaðir. Þeir harma þetta og allt það og portdæma jafnvel og eru mjög óánægð en það vantar allt sem heitir aðgerðir og það eina sem hefur kannski verið að gerast er að það kom fram á þingi tillaga að Ísland hefði forgöngu að fá Norðurlöndin með í viðskiptabann. En það dó náttúrulega því að þingi listist upp. Akkurat. Já, allt svo ríkisstjórnin. Hver laði það til? Það hún Þóra Vinstri græn, það voru reyndar frá Samfylkingunni Vinstri grænum Pírötum og já, sem stóða og Viðreisn, jafnvel. Nei, er ekki viss. Ég var ekki viss. Það var allavega sko ágætishópur sem stóð að þessu en málið er það að Íslandi búið að sko vera í skammakróknum vegna þess að sko 2012 þá er lögð fram tillaga á þingi að banna eða merkja vöru frá landræningjabyggðunum. Hún er búin að vera í skúffunni á Alþingi síðan 2012 og þetta var náttúrulega stórt skref. Það var öll Norðurlöndin, allt Evrópusambandið búið að taka þetta skref, ekki Ísland. Nei, merkilegt. Nei, það var einmitt, ég man eftir því þegar borgin tók þetta skref og það var þegar tók það aldrei. En tók það aldrei, þegar Björk Vilhelms var að hverfa úr borgarstjórn
þá var þetta svona hennar síðasta mál að fá í gegn og það væri þetta að innkaupa stefna borgarinnar væri í samræmi við BDS-hreyfinguna og vilja fólksins á Palestínu með sniðgöngu. Og ég meina þetta nú ekki flókið í framkvæmt, þetta var nýri aðalaði að kaupa ekki appelsínur frá Ísrael og þú veist, þetta voru nokkru hlutir. Það þurfti ekki mikið að laga til í innkaupum borgarinnar. Þetta einhvern veginn kvisast út eftir samþykkt og það verður rosa hörð viðbrögð. Og það hvatt til sniðgöngu einmitt í ferðaþjónustuna af því að hér sé svo miklu gyðingahattarar og þetta sama stef og þegar ferðaþjónustuna allt í einu komin upp á móti borginni og það eru komin einhverjir hagsmunir að bítast þá einmitt þá verða mannréttindum stundum undir. Ég þekki nú marga aðalögur ferðaþjónustunni og enn og sjálfur inn í ferðarstunni en ég veit alveg að það eru margir í þeim geira sem eru ánæðir eða þyrftu ekki að díla við kúnna frá vissu landi sko. Það er svona með það reynslu sem þeir hafa haft að þeim sko. Já, þetta er það var samtal þetta eitthvað staðar, ég rak augun í það er þetta er sko hversu langt eigi að ganga sko í að bara sneiða hjá Ísrael og hvort að það sé réttmætt að sneiða hjá fólki. Þú veist því að þetta er ekki allt fólk ríkisstjórnin sín þó að mörg séu það. En það má segja að almenningur á Íslandi hafi tekið vel í þetta mál þegar að við hófum herferðina gegn Rapid. Já. Og við leitum gera skoðanakönnun sem sýndi það að 65% vildu ekki eiga viðskipti við fyrirtæki sem notaði Rapid og einhver örlítið minnihluti vildi endilega fá viðskipti gegn Rapid og það hafa fleiri hundru fyrirtæki yfirgefið Rapid. Þetta er stór sniðgönguherferð og síðan er til dæmis þetta fyrirtæki sem heitir Teva. Teva, já. Lyfjafyrirtæki. Teva. Það er í eigu Ísraela og það er margt fólk sem segir í apótekinu átt ekki eitthvað annað og þau verða vör við það sko. Það er ekki sterk hreyfingu sem Rapid. Nei. Það er kannski flóknara einhvern veginn, lyfjapakkar líta svona öðruvísi út, þetta er smæra letur. Já, ekki bara það heldur, eru sum lyf bara ekki til sko nema í gegnum þetta sko. Já. Því miður. Hvernig gengur ykkur að sniðganga bara svona í daglega lífinu? Nú það gengur ýmsu á heimilum og fólk á mismikið pening og allt þar fram eftir götunum. Við búum líka bara á eyju út í Norðurhafi eitthvað staðar alein og sjálf og hér er ekki mikil framleiðsla. Við reiðum okkur á mikið af innfluttu. Gengur ykkur alveg upp á 10 að sniðganga? Ég myndi nú ekki segja það persónulega sko að það gangi upp á 10 en maður hefur vissulega tekið ákvarðanir sem að snúa að þessu sérstaklega eins og Rapid bara því að það var eitthvað svo mikið hittamál og maður svo meðvitaður það sko. En ég held að það snúi kannski meira hversu meðvitaður maður er í rauninni bara hvaðan við erum koma og þú veist og hvort að maður sé alltaf í þessu appi þarna þú veist að skoða hvert einasta strikamerki og eitthvað svona en maður er auðvitað þetta hefur áhrif á mann alveg klárlega sko. Það er alltaf erfitt að sniðganga til dæmis fyrirtæki eins og Nestle en það eru ákveðin fyrirtæki sem að BDS-hreyfingin sko situr í skottgluggan og það er ekki svo flókið að sniðganga þau og ég held að það muni sem sagt bara aukast eftir því sem að þetta ástand versnar og fólk sér ekki að það sé verið að gera neitt af þessu svo kallega alþjóða samfélagi að þá náttúrulega er þetta komið í hendur almennings sem er náttúrulega vissulega það er mikil hreyfing í gangi og Ísraelar hafa náttúrulega síðunistir sem stýra Ísrael þeir hafa áhyggjur af því og það er svona berðaðist svona hart við til dæmis eins og gerist í Amsterdam þar sem komið þarna 2000 sem kallaðir fótboltabullur og byrjuðu bara daginn áður með alls konar læti og svo var fólki ofbjóðið og það var andstaða við þá og þá kom bara línan frá
Ísrael, þetta væru gyðinga ofsóknir og þeir bregðast svona hart við. Við sáum nú bara RÚV og Vísi held ég taka þetta bara beint upp af sem var merkilegt í ljósi þess að nú voru, þú veist, þessi stóru miðlar úti, þeir fóru nú ekki alveg þessa sömu leið. En það var bara beinlínis fjallaðum bara einmitt gyðinga ofsóknir. Það sko frá Ísrael kemur þessi sterka lína og hún á svo góðan aðgang að megin fjölmiðlum og þeir bregðast alltaf svona hart við gyðingahatur, gyðinga ofsóknir og það þessi eilífi tótt sem maður fær að heyra. Það líka var ekkert það auðvelt að finna eins og ég fann bara á Instagram. Ég man ekki hvað hann heitir sem var lögreglustjórinn í Amsterdam sem var að fjalla þetta og talar hvað Maccabi fótboltabullunar voru að gera. Það var ekkert svo auðvelt að googla og finna nóg mikið þetta. Ég hugsaði líka hvort það sé bara þannig að fólk fyrst og fremst ekkert að skoða meira og það kannski það mikið í boði. Það virðist vera svona, það ákveðin upplýsinga óreiða og það slagsíða. Nú veit ég til þess að það var gerð svona, það var gerðið könnun á því, það var hvaða slagsíða væri í rauninni, hvort það væri slagsíða, hvernig væri fjallað Ísrael annars vegar og Palestínu hins vegar og hvernig orð voru notuð, hvort það væri talað þú veist að deyja og versus að vera drepin. Það hópur núna upp í háskóla sem vera rannsaka. Ég mitt, svo heyrði ég af því í gær. Ég hef ekki séð neitt frá þeim en ég fengi svona smá innsýn og það mjög greinilegt að þarna orðanotkunin í þágu hún hvað getum við sagt, hún hallast að því að gera hlut Ísraels betri. Já. Mér þykir alltaf einhvern veginn varðandi fjölmiðla og sérstaklega í dag þar sem að fjölmiðlar eru reknir í rauninni á traffík, söluvara. Að mér þykir það bara vera eitthvað svo hættulegt format á fjölmiðlum að því að þetta snýst að gera eitthvað krassandi, eitthvað neikvætt og þú færð meiri bara umferð með því að fá fólk til þess að rífast og vera með eitthvað af því að þú veist ef það sé eitthvað jákvætt að þú veist það yfirleitt lítill traffík á því. Þetta þarf alltaf að vera eitthvað neginn. Og það gerir svo mikil og var ég að vinna á stóru fjölmiðli og vefmiðli og það gerir svo rík krafa framleiðslu af því að þú þarft eiginlega að vera á undan samskiptamiðlunum. Þannig að þú þarft að vera bara í einhverjum svona gír allan daginn og þú þarft eiginlega bara að taka hluti upp beint. Því að þegar ég byrjaði blaðmennsku þá var það þannig þá var manni kennt að maður þurfi alltaf að vera með eina frumheimild aðra þú veist sem segir heldur ykkur fram aðra önnur svona mótrök og svo eitthvað sem styður heimildina þannig að þú veist þetta er svona eins og þríhyrningur Ég ekki upplifað að það sé þetta nefnilega svolítið horfið og það gefst ekki rými í þetta en það sér maður að fjölmiðlarnir eru svolítið bara þessi sagði þetta þennan og svo næsta frétt og þannig þú veist hægt að svona bara blóðmjólka eitthvað Facebook rifrildi og síðan þú veist kannski eitthvað frétt uppfærð en það ekkert allir sem að lesa það aftur. Svo íslensku miðlunum náttúrulega einhver leyti vorkunn að þeir eru ekki í stöðu til að kafa endilega ofan í einhverjar erlenda fréttir. Þetta rosalega mikið bara þýtt af Reuters endurbyrt. En mér finnst samt svona að því að tala frumheimild, við erum núna með Bísan frá Gaza, við erum með Montage, við erum með fullt af fólki sem á staðnum, sem að segja hvað í gangi og að láta mann vita það sem að gerast, það frumheimild og það einhvern veginn litið alveg fram hjá því að því þetta á netinu, þetta ekki þannig sé blaðamennska eins og við erum vön að sjá hana. Ég geti nú bara sagt frá því ég fór og tók viðtal og ég spurði útvarps fréttastjóra RÚV bara aðeins út í þetta og hann talaði mitt þetta að þau þurfti að reiða sig á Reuters og ég bauð honum hreinlega að koma honum í samband við blaðamenn á Gaza bara beint samband sem gæti unnið efni fyrir RÚV en hann var ekki alveg til í það. Þú veist, þetta var svona það einhvern veginn svona það er eins og fjölmiðlar séu svo fastir fyrir í stóri fjölmiðlum í Bandaríkjunum þar til dæmis bara skipað blaðamönnum sagt ekki nota orðið þjóðarmorð ekki nota orðið hernám
heldur segir þetta og blaðamenn hafa gert sem sagt uppreist gegn þessu, reynt að gera það en maður sér alveg sko að það sem sagt þungi á þeim sem sagt að þeir eru undir pressu að tala þannig að fólk rauninni sjá ekki þennan nakta sannleika. Það reynt svona potlokk ofan á eitthvað einhverjum hagsmuna aðalum. En það alveg Haaretz til dæmis sem ísraelskur fjölmiðill. Það alveg oft þannig að mér finnst þess að þau sé alveg á einhverjum réttum nótum að segja eitthvað frá og eins og þau segir að stjórnvöldin ekki fólkið og maður að fá kannski smá innlit inn á aðra hugmyndir. Ég áskrifandi semst að netútgáfu Haaretz og Haaretz svona eitt af elstu dagblöðum Ísraels og það þannig að ritstjórnin myndum við segja svona tiltölulega frjálslynd en samt mjög margir blaðamenn sem eru alveg greinlega síonistar en það nægilega margir aðrir eins og Gideon Levi sem að segja aðra sögu og Amira Hass og fleiri sem að segja okkur þau fara á Vesturbakkann og þau fylgjast með og þau að segja og fá að segja það og sem sagt þannig að hluti af sannleikarum hann kemur þó það frá Ísrael. Já, og hann virðist hann kemur sko einhvern veginn svona hann bara svona hreinni og beinni og þú veist eins og að tala þjóðamorð og annað, ég meina nú stendur bara þú veist í Haaretz bara þjóðarmorð og þessi orður sem að RÚV að veigra sig svona við og aðri fjölmiðlar og vestræn fjölmiðlar veigra sig við að nota þau eru sannarlega notuð af ísraelskum fjölmiðlum og fólki. Já, það líka til dæmis sko þessi mikla saga sem að gekk það að Hamas menn hefðu afhöfðað börn, settu í bakarofna og ég meina Birgir Þórarinsson þingmaður gekk og var allstaðar að segja þessa sögu. Það eru ísraelsk blöð sem að báru þetta tilbaka eftir rannsókn. Ég alltaf bara svo forvitin hvað þau sáu í þessu myndefni, löpuð út og segist það var séð alls konar. Ég hugsa, þau bókstaflega að taka upp tómt rými og segja hér voru börn í bakarofnum. Þetta bara svo styrla. Nei, það bara sögur og þeir sem eru heimildamennir sko, það hópur sem svona hópur sem kemur á vettvang það sem hafa orðið einhver slys og árásir og þeir sögðu þessar sögur í upphafi og menn löftu það upp en svo bara við nára rannsókn það komið ljós að þeir voru alltaf ekki að segja satt en þeir höfðu hagsmuni af því til þess að mála upp þessa mynd og hún gekk alveg heiminn og gengur enn sennilega. Já, ég held að kollegi minn Stefán Einar hafi nú bara farið mikinn þetta bara í síðasta þættinum sínum. Já, talaðum ekki um hann. Þú veit ekki aðdóandi. Ég aðeins lendi í hún. Það nú samt einhverjir fjölmiðlar á Íslandi sem hljóta að nota orð þessu þjóðamorð, menn ekki heimildin Jú, sko, nú RÚV til varnar, þá hefur svona aðeins verið að lagast þar. Það og ég veit bara fyrir víst að fólk hefur verið mjög duglegt, bara aktivistar, að senda RÚV ábendingar. Bara, heyrðu, hér þurfum við að gera betur, hérna önnur heimild og svona. Fólk farið að vinna, sko, bara sjálfboðavinnu fyrir blaðamenn sem að hafa bara allt og lítinn tíma greinlega. RÚV hefur oft byrst alveg fínar fréttir. Það ekki hægt að segja annað, sko. Þau hafa ekki verið að ritskoða mjög grimmar fréttir frá Gaza. Það svo líka alveg óháði hvað maður heyrir og hvort að Hamas hafi gert eitthvað eða ekki þá þetta myndi það aldrei réttlæta stríðsklæpi frá hinni hliðinni eða það þjóðamál sem í gangi þannig að maður svona oft, þú veist þetta sér oft stilt fram eins og þetta sé einhvers konar réttlæting en það í sjálfur sér það ekki atriði, sko, það þjóðamál að eiga sér stað núna og Ísrael að fremja það og það bara þá gerir það að aukatriði svolítið hvað var að gerast rétt árið þjóðamorðið hófst. Já, og þetta auðvitað Bandaríkinu, einmitt, það bara núna liggur fyrir að Bandaríkin eiga bara beinan þátt í því sem að gerast á Gaza og í Líbanon og fleiri stöðum og þetta lætur mann spyrja sig alls konar spurningar svona aftur í tíman en haldið þið að í framtíðinni þá
þegar við einhvern veginn svona náum að komast yfir þetta tímabil í sögunni og við förum að gera þau upp, að við eigum eftir að sniðganga Bandaríkin. Jú, það. Svona, það verður svona BDS-hreyfing í kringum? Nei, það held ég ekki. Nei, ég hef það stórlega sko, persónulega. Það náttúrulega miklu meiri möguleikar á því að það verði innan Bandaríkjanna uppreist gegn þessu. Það ekki í Ísrael í dag. Það gegn sírt það þjóðfélag af kynþáttahyggju og þessum síónisma sem að telur að þeir hafi sérréttindi og sem eru með þessi bundin í lög. En Bandaríkin eru náttúrulega dýnamískara þjóðfélag og eins og bara oft vitnaði hvað gerist þegar Víetnamstríð stóð sem hæst. Sú hreyfing, hún kom það sterkt út að á endanum þá gátu þeir ekki haldið þessu stríð áfram og það náttúrulega svo lengi sem að hernám Ísraela á Vesturbakkanum og svo á Gaza, svo lengi sem að þeir, sko, fólkið í landinu finnur ekki bara fyrir því í buddunni sinni, að þá erfitt að fá fólk sem alið upp frá barnæsku í síónismannum, að það erfitt að fá það til þess að breyta skoðun, en buddan hún býtur í. Já, en þið eruð að vinna í því að fá fólk til þess að breyta skoðun. Þið eru öll hér nú að skipuleggja viðburði sem eru helgina og eftir helgi. Kannski, svo ég byrji bara á þér, Gía, hvað eru það að gera? Við erum að fara að halda góðgerðatónleika í Tjarnarbíó 8. desember og þar, vildum vera með eitthvað svona smá jólastemningu eða jólastemningu. Það er útrúlega eitthvað súrt að segja það. Nei, ég meina þetta er samt svona, það er rosa mikið að jólatónleikum og það er einhvern veginn, þeir ganga allir út á að græða rosa mikið af peningum og það er frábært að jólin eru rosa búbót fyrir tónlistafólk en við hugsuðum með okkur að svona kannski mest í anda jólana að láta einhvern veginn gott að sér leiða og þess vegna eru við mitt með styrtar tónleika. Já. Og hver koma fram? Já, það er meðal annars Páll Óskar, Svala Björgvins og Ellen Kristjánsdóttir. Þetta eru bara stórstjörnur jólana. Þetta er mjög svona, sem að segja slettið, mjög generous af þeim á þessum tíma árs. Gefa vinnu af því að maður veit að þessi mánuður er alveg ótrúlega mikilvægur fyrir tónlistafólk. Já, þetta er ákveðin vertíð. Já, þetta er vertíð en maður, þú veist, ég veit að þau náttúrulega mörg brenna fyrir þessu málefni. Ég til dæmis alveg rekist á Pál Óskar að syngja með kór fyrir framan ráðuneyti á mótnana. Hann hefur alltaf verið tilbúinn semst að koma. Hann var á tónleikunum í Gamla bíói sem við vorum með í fyrra. Já, og það voru samstöðu tónleikar bara í Háskóla bíó fyrir ekkert svo löngu síðan sem sumir af þessum tónlistamönnum komið fram. Systurnar og foreldrarnir. Já. Systurnar og foreldrarnir. Fjölskyldan. Já, stórfjölskyldan. Það var líka í fyrra ég bað mömmu að gefa mér kaffi í jólagjöf og hún sagði að það hefði verið svo brjálað að gera á Ísland-Palestínu básnum. Það hefði bara verið allt uppselt og bara brjálað að því fólk vildi líka bara kaupa þaðan og mér fannst það svo fallegt og það líka, þetta er kannski það sem við viljum halda í að fólk vill gefa gott af sér og Félagið er sem strekið með annars vegar félagsgjöldum og hins vegar hagnaði af sölu og það bara Þorláksmessusalan sem við erum alltaf með hodnin og Skólavörðustíg og Laugaví, hún svoleiðis sprakk út í fyrra og við vorum ekki alveg undirbúin. Það mynduðist bara raðir upp eftir Skólavörðustígum. Ég kom að það mitt, ég trúði ekki einn augum. Og við áttum, það kláraðist eins og segir og svo vorum við á stórfundunum í Háskóla bíó, 5. í fyrra. Að þá fylltum við bíóið og vorum með sölu og það bara er allt rifið út. Og núna erum við, framundan er Þorláksmessa og það er framundan fundurinn á mánudaginn og fleiri aðgerðir og við erum búin að held ég að undirbúa okkur mjög vel. Já. Kannski má nefna, ég verði að gera það því að nú er leikurstjórinn, þannig að staðsetningin Tjarnarbíó er svolítið, að mánudagsfundurinn, eða ekki svona og þetta
tónleikarnir líka. Já. Svo maður sé að auglýsa það. Já, nei, það er bara gott að koma því að því að það eru ekki öll fyrirtæki og hérna öll svona menningabatterí sem eru tilbúin til þess að hérna veita málstæðnum skjól. Já, en ég get hérna aðeins farið yfir dagskrána á mánudagsfundunum. Já, einmitt, það væri fínt að heyra meira af honum. Það er nefnilega þannig að þar mæta semst fulltrúar frá stjórnmálaflokkunum og hún Þóra hérna Arnórsdóttir, hún er fundastjóri og leggur fyrir spurningar sem við höfum verið að safna saman frá fólki fyrir þessa fulltrúa og það er þess að Framsóknarflokkurinn sendir Ásmund Einar Daðason, Vinstri græn, það er Guðmundur Ingi, Píratar, það er Þórhildur Sunna, Samfylkingin er Þórunn Sveinbjarnar og Sósíalistaflokkurinn er Karl Héðinn og Viðreisn er Sigmar Guðmundsson. Það vantar Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin og Lýðræðisflokkin. Já, þau svöruðu þau ekki. Og Flokk fólksins er það ekki, vantar hann ekki líka? Flokk fólksins. Já, Flokk fólksins, já. Þetta er svona... Það var merkilegt nokk sama slagsíða hérna hér í þessum ágæta þætti er Radio Gaza, þessu þáttarbroti já, það voru sömu flokkar, sömu ungliðar, við vorum ungliðana svo verður myndbandsávarp frá honum Mats Gilbert lækni sem er búin að vera á Gaza og kom hingað til Íslands fylgdi Háskólabíó og Greta Gunnarsdóttir sem er yfirmaður sendiskrifstofu UNRWA Palestínu hjálparinnar í New York hún verður sem sagt ávarpa fundin í gegnum vídeo. Já, og talandum UNRWA, það er nú eitt mál sem að hérna, við höfum ekki einhvern veginn gert upp þegar Bjarni Ben tekur hérna, bara skrúfar fyrir fjármagn. Já, náður reyndar ekki skrúfa fyrir það vegna þess að það var ekki neitt í pípunum, en það átt að fara í pípunum. Nei, það stóð til, sko, en það er einmitt að því að við vorum að tala um svona, þú veist, að sína ábyrgð og hérna leiðrétta og allt þetta, þá er þetta eitthvað sem að hefur ekki verið. En að hlaupa svona upp eins og ríkisstjórnir gerðu og Bandaríkisstjórnir eru ekki ennþá byrjuð aftur að borga til UNRWA, ég held ekki, að það náttúrulega sýnir þessa afstöðu eins og Bjarni Ben, sko, hann stígur hérna fram og vill bara í krafti einhverjar sögursagna frá Ísraels her sem er náttúrulega síðasta heimildin sem þú treystir á og þá, þannig að viljin er þetta til staðar að vinna má segja skemmdarverk en það lukkaðist ekki. Svo við víkjum okkur aftur að fundinum húsið opið öllum köfum að miða? Nei, þetta er bara opið hús. Opið hús? Og það er hægt að spyrja þennan fulltrúa? Já, það er fyrirfram spurningar en ég hugsa verði nú leiðar spurningar og svar úr sal segi og einhver tónlistaratriði. Já. Ég er ekki alveg sá sem er mest í að skipuleggja það. Já, merkilegt nokkuð veit ég heldur ekki hvaða tónlistaratriði en já, það eru 180 sæti og húsið er opið og bara hægt að koma. Í stígunum líka? Jú. Já, tónleikarnir má taka börn? Ég hugsa það er samt aldrei kannski seint fyrir börn, ég veit það. Já, þeir eru klukkan 8. Ég myndi að segja úlingar er alveg klálega. Eða börn sem fara seint að sofa. Já, Svo mitt bara. Já. Börn sem eru bíamanneski. Bíabörn og unglingar. Ég þekki bíabörn. Já, það hérna... kannski talandi börn þá ert þú nú að vinna svolítið með börnum. Já, ég sem sagt var nú að hætta á leikskóla eftir 3 ár sko en hérna búin að vera þar og er núna helgina að halda hérna sem sagt svona tónlistarsmiðju fyrir börn á hérna Lemmi í Austurstræti sem er bara opinn öllum á sunnudaginn næstkomandi. Já, það er mjög cool rockbar. Já, þetta er svona alvöru dæf stemning sko. Já, er það barnvænt? Já, það er fiskabúrðana og hérna og kókopöfs og það var kantifloss og það eru spilakassar svona gamlir arcade þetta er smá alveg svona leikvöllur sko og verður þarna í garðinum og hérna þar sem að krakka fá tækifæri til þess að koma og bara prófa og hérna og mér finnst svo mikilvægt einhvern veginn að bara reyna að kveikja áhuga fyrst og fremst að því að nú, þú veist, var ég eitthvað í tónlistskóla og svona en hérna, og var einhvern veginn að kenna trommur og svona og ég einhvern veginn með svo litla fræði að mér finnst baku mig, eitthvað svona klassíska en fór bara að gera
og mér finnst svo mikilvægt einhvern veginn að einblína oft ekki á of eitthvað mikið brjóta reglur, bara gerðu það sem að þér þykir flott, að því að það skiptir engu máli ef að barnið hættir næsta vetur. Þannig að, og mér finnst líka bara svo mikilvægt í einhvern veginn heimi þar sem að við búum í svo eldfimu samfélagi og mér finnst eitthvað svona einstaklingsframtak gagnvart samfélaginu svo mikilvægt og að búa til eitthvað þar sem að það snýst að gera eitthvað skemmtilegt og fallegt fyrir náungan frekar en að vera alltaf í einhverjum leðjuslag og mér finnst þetta einhvern veginn samfélagsmiðla dæmi, þetta snýst allt tvístrun, snýst allt einhverju polariseringu, við erum aldrei að tala saman fyrir utan, við upplifum eins og við segjum að tala saman en mér finnst og tölum kannski svona svolítið yfir börnunum okkar og bara yfir hverju öðru í rauninni sem að einmitt hefur komið í ljós að eru ekki alveg jafn glöð og þau ætti að vera og mér þykir það bara svolítið sorglegt og mér finnst einhvern veginn mikilvægt að miða á fallegra samfélag í rauninni, bara í grunninn og það tónlistin alltaf góður ísbrjótur gera eitthvað skapandi og þegar mér þykir líka öll sköpun vera bara æfing í sjálfstæðri hugsun í rauninni, af því að hvað finnst mér og fær fólk kannski til þess að kann eitthvað sem að hefði ekki gert annars opna hugan, prófa nýja hluti Lærið þið á hljóðfæri sem börn? Nei, ég lærði sem unglingur. Já, það þrúandi þögn. Það er enginn tilbúin að vikina. Ég lærði blokkflautu. Ég kann eitt jólalag og blokkflautu. Það var rosalega flott hjá mér. Kemur fram á jólatónleikunum. Það að koma Ég skal koma fram á jólatónleikunum. Einu sinni á ári kemur Marja fram. Ok, loforð. Já, það er fyrsta. Má ég auglýsa meira? Já, hvort þú mátt. Hér erum við bara með open mic. 28. nóvember, þá verður atburður sem við köllum matur og menning og við erum búin að halda hann nokkrum sinnum, við erum að sleppa hann reynda í COVID-inu og það er sem sagt að þá er það palestínskur matur sem að fólk getur keypt sig inn og smakkað. Besti matur í heimi. Mjög góður matur og það er sem ég segi, það verður 28. en staðsetningin er ekki alveg klár vegna þess að við vorum búin að finna stað en hann reyndist ekki nógu vel útbúinn og svo viljum við að minnstakosti að koma svona 100 manns í sæti minnstakosti. Og eru svona margir sem mæta? 100 manns? Það seldist upp síðast, það komst ekki um 80 í salin. Vá, æðislegt. Þannig að það er atburður sem að menn ættu að og þetta var hvenær segirðu? 28. Já. Það er bara næsta vika. Það er ekki komið nánara, sem sagt, það er ekki bara að auglýsa þetta. Það er þetta að fylgjast með. Þurfum við þá einhvers konar eldhús stort? Já, það er nefnilega, við fundum stað sem er með öllu, sko. Hinn staðurinn sem við vorum búin að, sem er mjög fínn, kólaportið. Já. En það er ekkit þar, við þurfum að koma með svo mikið að það bara hefði orðið stór biti. Og svo ætla ég að auglýsa það, sko, nú er blaðið Frjáls Palestína að fór í prentur í morgun. Til hamingju. Já, til hamingju. Kemur út semst einu svona ári, hefur því miður kom ekki út í fyrra því það var svo mikið að gera út af því ástandi sem var það. Það var bara, náði ekki. Og það er sneis að fullt af mjög áhugaverðu efni. Og eins og ég segi, ef þú vilt kynna þér. Já, þetta er bara dæmi, sko. Liftaði upp. Og flotta myndina Júlíu. Já, myndina Júlíu er hérna í forgrunni, segi, hún er nú aðeins búin að bæta við hana. Já, það er komið hérna, það er svo, hún var svo breið og næst ekki. Einmitt, og það sem hún hérna svona vekur máls á hérna myrtum blaðamönnum sem er náttúrulega og það átti að vera sem sagt við vorum að reyna að fá blaðamannafélagi til samstarfs en þeir treystu sér ekki til þess og það kannski út frá svona pólitísku ástandi er kannski hægt að segja að það sé skiljanlegt að þeir vilja ekki taka þátt í atbyrði sem er skipulegar aðilum sem er umdeildir eins og félagið náttúrulega er þó að sé nú reyndar 73% íslendinga sem að styðja Palestínu og ekki nema 9,5% sem styður Ísrael þannig að það er mjög óvenjulegt það er sennilega ekki land í allir Evrópu sem að getur státað þessu ástandi en það er allavega að þeir sem sagt
það var ekki af þeirri aðgerð. Nei, ég veit til þess, þekki suma persónulega sem að sögðu sig úr félaginu í kjölfarið. Það er auðvitað, fólki þykir erfitt að vera í hagsmunafélagi sem að gætir ekki hagsmuna allra í sömu stétt. Þetta er náttúrulega rosalegt mál að það var bara þessi fjöldamorð af blaðamönnum og fólki sem starfar í heilsugæslu. Þetta er markvisst. Þetta er bara hlutur sem að menn standa frammi fyrir sem hefur bara ekki gerst áður í þessu formi. Þetta er bara... Og heldur áfram. Og allt þetta, þessi læknar og hjúkrunarfólk sem þeir eru búin að drepa, þetta er alveg segir semst okkur hvað er að gerast. Hver tilgangur það er að eyðileggja, gera gasa óbyggilegt. Koma þessu fólki sem að þessum rúmum 2 milljónum helst eitthvað annað eða króað af út í einhverju horni og það er eins og heimurinn ætla ekki að bregðast við því. Nei, það er eins og heimurinn ætla ekki að bregðast við. Heimurinn sé einhvern veginn svona að reyna alltaf eitthvað svona aðeins en aldrei nóg. Ég meina það, þú veist, einfaldast, maður hefði séð fyrir sér og ég hugsa bara, ég meina nú hef ég verið meðvituð málefni Palestínu í mun lengri tíma en ár, en fyrir ári síðan þá má svolítið segja að fótunum hafi verið kippt undan okkur og því að þessi hlutir sem að við trúðum að myndu grípa okkur eða grípa bara bræður okkur og systur á jörðinni ef að eitthvað hryllilegt kæmi upp á þetta bara er eitthvað kerfi sem að virkar ekki. Við erum alltaf 2 dæmi hérna, við höfum Vestmannaeyjagosið og Grindavík þar sem að alltaf bara gengið í málin vegna þess að það er fólk í húfi og þeirra líf. Þannig er hægt að slátra fólki í stórum stíl og þeir sem að geta bröðist við, þeir gera það ekki. Nei, og þeir aðeins og þeir hafi líka markvisst bara reynt að gera öfugt. Nú veit ég að fjölskyldu þú dælir vopnum til þessum að drepa fólk. Akkurat. Þá ertu náttúrulega ekki að taka rétta afstöðu. Og svo er það líka bara okkar eigin stjórnvöld sem að eru núna búin að þrengja og útlendingalögin, þau eru búin að taka Palestínufólk úr forgangi fyrir fjölskyldusameiningar. Það hefur ekki komið kvóta fólk hingað frá þessum heimsluta síðan hvað 2008. Já, 2008. Wow. Það kom hingað konur þetta sem fóru á Akranes. Já, bara, en ég skil ekki hvers vegna við getum ekki stutt kæruna frá Suður Afríku. Það myndist það eitthvað svona ákveðið lágmark, alveg óháð því hvað þú ert til í að leggja fram að peningum eða taka móti fólki, en ég meina þetta er svona ég meina að styðja ekki að máli fari þá allavega í þá lögfræðilegu farvegi sem er til alþjóðlega. Mér finnst það var eitthvað sem næsta ríkisstjórn geti kannski gert. Það er svolítið skakt líka svona í ljósið þess að við erum bara með fyrir ríkjum til þess að viðurkenna Palestínu sem ríki. Já, fyrsta Vestur-Evrópuríkið sem 2011 og svo er annað að það hefur verið umræða í sambandi við viðskiptaþinganir og mögulega þáttöku í að kæru Suður-Afríku að þá stjórnmálamenn segja ef við getum fengið Norðurlöndin með okkur. Það er eins og Ísland hafi ekki sjálfstæða aðþarna getið í þessu. Þó svo að 2011 þá gerist þetta að Ísland brýtur blað. Og síðan hafa nokkur ríki fylgt eftir. Það er eitthvað 4-5 Evrópuríki sem búin að ganga sömu braut. Til dæmis Spánn og Svíþjóður og Noregur Írland. Og við erum alltaf að klappa okkur á baki fyrir það að hafa einhvern tímann einu sinni viðurkennt sjálfstæði Eistlands, Lettlands og Litáen á undan öðrum Evrópuþjóðum og lifum mjög lengi á þeirri fornu fræði Það er Íslandsstræti í Litáen eða Íslandstorg og í öllum þessum 3 löndum og Jerúsalem er Íslandsstræti en það er út af því að Ísland studdi tilurð Ísraels. Já, við erum mjög duglega að viðurkenna sjálfstæði en svo bara þegar fólk svo gerum við lítið fyrir fólk eftir það en ég meina í heimi maður heyrði oft
talað það í sambandi við Úkraínustríð og okkur við ættum að vera stiðið við Úkraínu náttúrulega það að í heimi þar sem að þeir sterku geta vaðið yfir þá sem eru minni þá eiga lönd eins og Ísland voðalítinn sen sko og við leiðum okkur rosalega mikið á það að þetta alþjóðakerfi virki skilur að því ég menna á 19. öld þá hefðu þorskastríðið náttúrulega bara farið þannig að Bretar hefðu bara plaffað okkur niður með sínum sjóherr og málið hefði voru sögunni en við reiðum okkur á það í dag að það séu svona alþjóðalög virt og alþjóðasamningar virtir. Það er hún utanríkisráðherrann hvað heitir hún? Þórdís Kolbrún. Já, Þórdís Kolbrún með langa nafnið. Já, hún er búin að segja alveg syngt og heilagt í alls konar bæði hér að heima og annar staðar að lítið land eins og Ísland verður að reiða sig á það að alþjóðalög og alþjóðasamningar haldi. Já. Og það er alveg rétt hjá henni. Já, bara hálf rétt, en svo þegar það kemur til kastana og þú þarfst að gera eitthvað til þess að framfylgja því að þessi lög séu virt og þessi sáttmálar, þá gerir ríkisstjórnin ekki neitt. Nei, það virðist ekki, það er ekki sama hver Nú sá ég aktivista gjörning við Ráðhúsið. Svo nú reynda bara myndir að þessi gær. Þar sem að það fóru nokkru skelegir trúðar og tóku á bakvið Ráðhús Reykjavíkur eru tveir Úkrænufánar sem blakta þar við hún bara betur í framann og þessum ágætu trúðum fannst vanta palestinska fánan og ég meina ég veit til þess að þetta hefur verið rætt í borgarstjórn, þetta hefur verið tekið fyrir Sanna sósíalistaflokknum hún lagði fram ályktunum að þetta er gert bara fyrir ári síðan. Það hefur ekkert gerst hins vegar en trúðnir fóru og tóku niður með mikilli virðingu einn Úkrænufána og settu palestinskan í leiðinni upp og í staðinn. Þetta fekk ekki vera lengur uppi en 5 mínútur. Hvers vegna haldið þið að þú veist okkar stjórnvöld bara og ég meina og borgin sem hefur verið alveg leiðandi í alls konar mannréttindabaráttum sko og staðið sér vel í eins og málefnum hinsegin fólks og Úkraínu. Hvers vegna ætli þessi bara þú veist þessi hverju eru þau svona rök? Hafið heyrt einhvern rökstuðning frá borginni? Af hverju Úkraínufáninn er uppi en ekki Palestínufáninn? Ég veit að trúðarnir sögðu að þau held að þetta væri fyrir stríðshrjáð lönd þannig það hefði verið gott að bara taka og skilja trúðarna og bara skella fáninu upp en það er engin ás. Já, ég ætla kannski bara að taka fram svo þessi skýrt að trúðarnir voru ekki okkar vegum það er oft trúðar inn í Tjarnarbíó og trúðarleikar og svona sko og þó að við kannski konnustu sem á trúðunum þá voru þetta ekki trúðar á okkar vegum en eins vegar get ég sagt það að ég hef skrifað borginni og óskað eftir því allavega að það 8. des þegar sko jólatónleikarnir fer fram það hef ég beðið það að á þeim degi fari Palestínufáninu og rökstutta með því að það sé nú oft í tengslu við listahátíðir eða sérstakka viðburði settur upp fánar, þannig ég óskaði eftir því svona fyrir okkar hönd að fá þann fána. Ég reynda fekk bara eiginlega alveg strax svar og bara borgarritari skrifaði mér og þakkaði mig fyrir að hafa sent inn erindi með svona góðum fyrirvara og þetta er allavega tekið til skoðunar og ég er mjög bjartsýnn á það að þið getið séð af einum sunnudegi. Annars ringir bara í trúðana. Já, ringir bara í trúðana. Nei, þeir eru ekki á mínum vegum. Ég þekki þá. Ég skal láta það fá númerið. Já. En mér skilst að þessi líka bara brot á fánulögum að hafa ekki íslenska fánan við hliðina á Ráðhúsinu, bara svo það sé nefnt. Já. Það er kannski hægt að vera tvær stangir á það. Ég held að það sé 3. Nei, það er bara 2 þarna megin. Er bara 2. Ég er ímyndum að já, svo er svolítið margar svona á brúnni. Það eru alveg tómar. Já, þar voru settur upp Palestínufánar. Já. Það var einn aksjón. Að víða flaggað, í Ólifi. Fólk verður rosalega pirrað þegar það er gert. Já. En hver eru rök borgarinnar að vera ekki uppi með palestínska fána? Hafið þið heyrt einhver rök frá þeim?
Ég segi bara að þetta þurfa að fara einhverja leiðir, sko. Það þarf að taka þetta fyrir á borgarstjórnarfundi. Það er einmitt það sem að... Er þess að hafnað einhver staðar? Já, þessi var þegar Sanna lagði fram þessa ályktun fyrir ári síðan og hún hefur gert það nokkru sinnum sko, síðar, þá hefur þessu verið vísa frá yfirleitt bara, og það verðist ekki fylgja því neitt rökstuðningur, þetta sé bara ekki tímabært eða eitthvað svoleiðis. En þessi mannréttindi eru samt svo áhugaverð. Ég á bald sem er í svona réttindar ráðskóla. Það var gert rosalega mikið fyrir Úkraínu og bara allir mjög sátt við það. Svo kemur bara algjört þögn. Og þetta er því vorum að tala um börn, þetta er mjög stressandi fyrir krakka að sjá þetta. Já, þau greina ekki á milli. Nei, og af hverju þetta land og af hverju ekki hitt og svo eru vinir mínir frá einhverju landi lítið út og svo þessu sem eru þetta er rosa mikilvægt að við tökum líka þetta samtal. Þú veist, af hverju er bara fyrir krakka, bara fyrir fólk almennt, af hverju er svona mikill mismunur sem ég sé það sem náttúrulega bara rasisma og hagsmunir. Það var mjög flott aðgerð í Hagaskóla. Þau söfnuðu á vel aðra milljón þeir söfnuðu 3 milljónum og helmingurinn fór til fallastrengs og helmingurinn fór til barnanna á Gaza. Það voru krakkarnir sem gerðu. Það voru krakkarnir sem völdu þetta máli. Krakkarnir sem að þú ætlar að vera að bútkampa næsta helgi. Ég var bara að fyndi að segja frá því að ég var einmitt í ferð með elstu krakkarnir í leikskólanum mínum í Alþingishúsi þegar að þessi mótmæli úr Hagaskóla voru í gangi. Þannig að þetta var áhugaverður dagur sko. Hvernig fannst þeim að sjá svona stóru krakkana? Þau voru kannski ekkert allt of vör við þetta sko. En þannig að kannski kom ekki mikið að spurningum þá sko, en ég held að þetta hafi nú samt áhrif á þau sko. En þú svona sem fagmaður. Já, ég er nú ekki með kennarréttindi eða eitthvað þannig bara svo við höfum það að hreinu. Fagmaður einhver síður. Hvernig myndir þú tækla svona samtali eins og Gíja var að tala um gagnvart börnum. Þetta ég veit ekki alveg, nú á ég ekki sjálfur börn sko, því ég held að þetta sé líka svolítið svolítið mikið í kringu börn. Já, en sem sagt kannski umræða heima fyrir og líka skiluru í menntastofnunum okkar er náttúrulega, þú veist, menntastofnunir snúa orðræða þar fer að mestu leyti fram varðandi einmitt bara samstöðu sem sagt með þeim sem að minna mega sín og og bara almennt þetta, þú veist, mér finnst þetta bara í grunninn alltaf vera, þetta er svo mikið svona grundvallar dót, skilur við erum að kenna þetta í leikskóla, þú veist, þetta er undirstaða samfélags, að við búum saman í þessum heimi og við eigum öll að njóta sömu réttinda. Þú veist, þetta er svo borðleikjandi að þú veist, mér þykir þetta bara alltaf vera svo ótrúlegt að við séum komin hingað. Og þú veist, í upplýstu samfélagi, þú veist, það er þessi upplýsinga áreiða vissulega og þú veist, og við búum í einhverjum heimi þar sem að er komin með einhverjum samfélagsmiðla sem að er unglingur, skilur við. Þú veist, það er ekkert lengra síðan. Við erum ennþá að læra inn á þetta batteri, bara hvernig við hagræðum okkar samfélagi með þennan nýja veruleika og síðan náttúrulega tæknin alltaf að þróast og enda meira og það er einhvern veginn hættan að það er þetta hagsmunafólk sem að heldur utan að þetta og varðveitir þetta að því að það meika sens fyrir þau og þetta sama, þú veist, og hvernig við útskýrum það fyrir börnum ég veit ekki að lífið sé ósangert og þú veist eitthvað, ég veit ekki, þú veist, mér finnst einhvern veginn mikilvægara bara að reyna þá einhvern veginn að miða á framtíðina með bjartara viðhorfi, skilurðu, og búa til einhvers konar grunn þar sem að það getur blómstra en þú veist, ekki í stað þess að það sé drepið. Þetta dreymdi mennum eftir heimsstyrjöldina síðustu og sem sagt sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hann byrjar á þessum orðum að allir eigi að búa við mannréttindi og lífsákomu. Það er bara fyrstu setningar þeirra þeim. Og mér þykir líka áhugavert að því ég velti stundum svona fyrir mér eins og bara, þú veist, 1960 og það var allt svo, fólk var svo bjartsýnt einhvern veginn á framhaldi því að við vorum að einhvern veginn, heimurum var að koma úr þessu styrjöld, mikið að tækniframförum, allt einhvern veginn að gerast og meðan núna er bara
maður bara villeiðilega að loka augunleiku við en maður veit ekkert hvað maður á að gera. Nei. Sem einstaklingur annað en bara að reyna að nýta rödd sína, skiljum. Þannig að ég veit ekki. Já, bara, eins og ég segi, maður bara hringt. Já, ég veit það, og trúði mér, ég fer svo margar hringi með svo mörgum hérna við þetta borð, og við þetta hefum við þetta ringborð. Já, og það einhvern veginn aldrei neinn lausn, en jú, lausnin samt sem áður hérna, bara að mannréttindi séu virt, að allir fái að lifa við fyrir og njóti sömu réttinda, allt fólk. Bara basic. Þú veist, það alltaf einhvern veginn, hérna, ég bara, þú veist, það hringi og þú veist, eins og ég vakna við útvarpi á morgnana og mér þykir það alltaf ógeðslega næs eitthvað svona að vakna við eitthvað svona tal, eitthvað svona, og svona sólarljósklukku, eitthvað þanga til að maður svona vakna nægilega til þess að klukka hvað þau eru að tala af því að það alltaf bara þetta sama, þú veist, þetta bara það ljóta sem maður gerast í heiminum og maður bara, ég veit ekki hvort það sé holdt fyrir mann eða ekki. En ég held samt á einhverju tímpúti mun sagan bara að segja þar, þú veist, að það mun koma einhvers konar doomsday, eða svona ekki doomsday, svona, hvað er það svona eins og uppgjör. Við náttúrulega, hérna, hljómsveitin mín Selefs keppti þannig í söngkeppni með þeim með Doomsday Dancing, þú veist, alveg rétt. Og það snýr einmitt, viðfangsefni snýr einmitt að þessu, að maður einhvern veginn, sko, eitthvað, það lína frá bróður mínu sem eitthvað dance floor is sickening babe, but I ain't got another solution. Þú sem bara, þú veist, að snýst einhvern veginn að bara brotna ekki gjörsamlega saman, að maður nái einhvern veginn að standa og bara, og þá berjast einhvern veginn að maður stundum þarf einhverja útrás á öðrum vinklum af því að þetta verður yfirþyrmandi. Og það verður ykkur tímpunktur þar sem það kemur allt í ljós og það verða þættir og bíómyndir og við segjum öll, ég vissi þetta. Og það er bara líka mikilvægt að maður standi einhvern veginn og fatta með sem að trúna á. Það er mikilvægt sko að þegar það verið að bralla með að koma Ísrael á koppinn hjá Sameinuðu þjóðunum, þá fullt af mönnum í utanríkisþjónustu Bandaríkjanna sem segja þetta verður nú aldeilis slæmur hlutur. Þetta mun ekki leiða til neins nema ófarnaðar og þeir bara skrifa skýrslu og þeir segja frá þessu og CIA, leyniþjónustan, hún segir ekki samþykkja stofnun trúaríkis þarna á landi í rauninni annara. Nú síðan, bara þetta mörgum árum seinna þá sjáum við alltaf að ástandi alltaf vestna og það er náttúrulega til byrjunin strax eftir heimsstyrjöldina og það náttúrulega eru gyðingar með rosalega mikla samúð en hún sem sagt leiðir meðal annars til þess að þetta lendir á saklausu fólki og það er það sem við erum að sjá í dag. En varðandi bjartsýni þá hef ég alltaf verið voðalega bjartsýn en ég reyna líka að vera svona hugsa einhverjum skynsemisnótum og ég held ekki að ég er nú að vera 80 ára gamall að maður ná að sjá þetta mál leysast nema að eins og ég segi það eru öfl í Ísrael sko sem gætu leyst úr læðingi vegna þess að það er mjög dýrt fyrir það að standa í þessu og það gæti komið að því sem ég var að segja á þann að það ástand kæmi upp að fólki í landinu fyndist mikið fyrir þessu að það væri ekki forsvaranlegt að halda áfram þessu hernáminu og þessari kúun og þessum drápum en það er spurning sko með að við höfum Bandaríkjunum sérstaklega að við erum að fá Trump að þá erum við að mögulega þá kannski eru reglurnar að breytast. Já. Þú veist að minna mig á það aftur maður. Ok, á bjartsýnisnótum þá eru nú margir sem að vilja meina að þetta kannski þó að það verði ljótt þá muni það ganga hraðar fyrir sig með Trump við stjórnvölin. Eins og við segjum, meðan að Palestínumenn gefast ekki upp, það gefast við ekki upp. Og á þessum orðum skulum við bara loka borðinu hér í kvöld. Takk fyrir. Já, takk fyrir komuna, Gígja Sara, Snæbjörn, Hjálmtýr og Valli. Þið eruð frábæri gestir, alltaf velkomin að Rauðaborðinu. Og við þökkum fyrir okkur í kvöld og sjáum ykkur bara strax aftur á morgun og ég vil líka minna okkar góður hlustendur og áhorfendur á að á vefsíðunni samstöðin.is er hnappur þar sem hægt er að koma í áskrift og
er slíkt vel þegið auðvitað, en líka til þess að við getum haldið þessi góða verkefni hér áfram og náð til breiðari og stærri hóps. En takk fyrir okkur í kvöld. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.